Ég var náttúrulega að segja fyrst við ykkur hérna úti. Ég komin inn, það eru gaurar að vinna hérna úti og í skurð. Já, það verður að leggja nýjar aflagnir. Já, það er bara að moka og þeir eru bara að tjöplast og straga í. Gríðarlegu fjöldi rafbíla sem er að verða og þeir eru að auka bandítunni, Hjálmar. Og þetta skiptir máli fyrir innviðina. Þetta innviða þjónustu. Ég hugsaði bara, ég er að fara að hitta 3 núna gaura. Sem hefði svo gott að þeir voru í þessu skurð. Og vera að... Sölvi Tryggvason er mættur og Arnar Freyr Thoraldsen. Það hefði svo gott að vera núna í þessu skurð og vera að draga í þetta í kuldagöllum og eitthvað svona. Ég held að þetta myndi gera ykkur ríkala gott á þeirri vegferð sem þið eruð. Já, sérstaklega sammálega að það sé gott fyrir okkur 3. Já. Mér finnst það mikilvægt í þessu. Ég er náttúrulega var í þessu. Ekki þessu nákvæmlega, en ég var í þessu. Var í hverju? Ég var í byggingunni í 6 ár. Segð okkur. Byrjaði, endilega. Ég ætla ekki að vera ríða upp áttur. Herru, það er hérna. Ég var í Malbyggi í 3 ár. Þú varst inni. Varst þú? Já. En Malbyggið er ekki... Er ekki hvað? Það voru gæjar sem voru hverju sumri voru svona 2-3 látnir fara því að það voru þungt að þeir réði ekki við að moka. Malbyggi var svo þungt í skóflunar, sko. Í svona pælingur, þú hefði verið einn af þeim, sko. Hvað varst þú ekki, þú veist svona þægilegri innimálingavinnu og svona mála inni. Nei. Og hvað? Naglinn ykkur að spýta, þetta alvöru. Þú veist, þeir fara hann í skurð. Já, ég er að segja, mér kittlar í að fara með þeim. Ég bara, þegar ég keyri, ég horf alltaf á svona iðnamenn. Hvað heldur að baki á því að myndi döga? Það voru fyrstu 10 mínútur. Það er bara út af, ég rústaði í byggingunni. Það er eðlilegt. Þú rústaði ekki. Og svona gaur að skilja það. Já, ok. Þú rústaði ekki byggingunni, bara tegir aldrei. Nennir aldrei. Svona ef að lífi lægi við, þú veist, hérna, maður, meina, nú get ég alveg gengist við að maður á það til að vera latur og svona. Já. En Helgi, ef að lífi lægi við og þú þyrftir manni í erfiðisvinnu ef að lífi lægi við og við værum að tappa inn í dýri það myndi alltaf fá mig myndi fá þig, Hjálmar það myndi alltaf fá mig ég myndi alltaf fá Hjálmar ég myndi að það þyrfti að bera eitthvað lúsiðin, það er bara hugafæri líka svona pirraður gramur þá segir ykkur öðrum að gera það sko strákar, ég verð að segja eitt samt vá, það er einn skella sem heitir Noel og veist, ég með dreymur hana hún er bara geggjuð sko hún bara hringi í bjöllunum mínum ég átti í leikungstíma innan bara hálftími, ég átti að fara í leikumi og bara hún rockar sko og þetta auðlýsing, hvað er þetta? og hún er svona Cats og Tube Socks, svona hvítu sokk veit hver þetta er? Cats og hún er ekki hugmynd hver ég er og henni er eiginlega alveg saman mig er það ekki, veit ekki hver þetta er? Er það lag? Veit ekki hver þetta er? Já það sé ég gott ég er með hugmynd að leik þetta er, veist það, þetta er lag ég fæ ekki nóg að þessu lag ég er alveg tómur Við það eitthvað þetta leik? Teenage Dirtbag Baby Teenage Dirtbag Ég fætti að geta að byrja það svona She doesn't know who I am Þetta lag, ég fæ ekki nóg að svo fann ég þess að akustik útgáða því Þetta er bara, ég fæ ekki nóg að þessu lagi Það er eitthvað við þetta lag eitthvað hérna hennan tíma þetta lag Vitið þið hvað ég við? Þetta var geggjaði tími sko. 99 Já, sérlega ekki það þar Hún leki í þessum myndbandu hérna Mina Suvari Er þetta hún? Hún var ógeðslega söt Já Svo er þetta svona saga líka 98 Listening to Iron Maiden Hún veit ekki hver ég er Já Svo kemur hún einhvern veginn I got 2 tickets to Iron Maiden Og hann syngur þá rödd Söngarinn Ég veit ekki hvað ég hugsa allt í hennum sportkaffi og Helga Massa Já, það var góða tíma Hann kallaði Helgi Massi Já Veistu það, Hjálmar? Hæ? Helgi Massi Var hann kallaður? Hann var alltaf kallaður Helgi Massi Þeir voru Burkn og Torfi þeir vorum að lifta saman sko þeir fóru að í Steve Gym Burkn og Torfi? Það sem var alveg þú þekkir ekki Burkn og Torfa Nei Það var með mér í menntaskóla og svona og við vorum saman í vinnahóp með Helga og Steve Gym þá var svona sérstætt hotn fyrir sko þá sem að náði ekki 100 í bekk auðmikið hotnið Nei og svo þegar þeir voru komnir upp í 100 þá fengu þeir að vera með og þá voru þeir alltaf að segja jöfnir þeir róðalegir þeir eru svo massaðir og svo þegar þeir sá að Helga sko það var bara Helgi Massi hann gekk ekki undir öðru nafni það var á þessum tíma að vera í vörklass í Fellsmála og maður byrjar að lyfta svolítið vel
byrjaði að taka kreatín og var að Býtu, hvenær er þetta? Þetta er 98-9 Já, 98 Ég er búin að þekka svona lengi þegar þetta lag var já. Býtu, hvenær þykir þið? Í gegnum Torfa, ekki? Torfa Talæni? Já. Nú Já, býtu, hvað erum við að tala um? Hvenær kynnist þið? Hvað ára er það? 98 líklega 98, 99 Þess að þegar þú nefnir komst með þetta lag Já. og Þessi ekki hugmynd 98-9 þá fór maður að sportkaffi Ég veit ekki hverju kom sportkaffi þegar maður var að djamma á sportkaffi það var góðu staður Ég lendi í þessu gær Ég var að horfa á TikTok Ég lendi í því að ég náði ekki minningu fram en mér leið geðveikt vel út af lagi að við lendi í þessu Já. Ég nægi ekki að tengja vinninguna við hvað var en það var sem sagt loka lagið eða þegar kreditslistin fyrir upp í Deer Hunter myndinni Já, með Robert De Niro Já. Og þetta horfði á þessa mynd sem krakki endalust, ég bara búin að horfa engin mynd sem ég sennilega síða oftar Býtu er ekki Deer Hunter Býtu er ekki Deer Hunter eitthvað sena þar sem kemur um eitt lag Geðveik sena Er það ekki? Er það að tala um hennar barnum? Jú, einmitt Það er bara Það er rosalegt Mér dreymdi að gera það lag einhvern veginn Talandi feel-good lag það er bara, þetta er besta sena og besta lag Er það You're just Too good to be true Það er bara nákvæmlega þessi sena And take my eyes off of you Ég bara sitið mér mörg ár Would be like heaven to touch Og þetta er svona Þetta er bara Þetta er sing-along podcast Þeir eru allir vininir Eru á leiðinni í Vietnam Einmitt, þetta er svo falleg sena Þetta er geðveik sena Shit, ég ætla að fara að Ég horfa á næði þetta að upplifa þessa senu síðan setna Ég ætla að upplifa allt svona Ég næði að upplifa þetta Það er á gullöldinni Ég er á gullöldinni Ég er með pubquiz þá voru nokkur á leiðinni meðferð þið voru á leiðinni þoskastrið þá sett ég lagið á og allir syngja þetta með þetta var geðveikt moment ég náðu upplifa taland gröfukallana smá munur á því að vera leiðinni til Vietnam eða leiðinni meðferð já, það er svolítið málið sko. já, það er endar þetta er frábær mynd þetta er eiginlega, sko, svo mikið synd að maður getur ekki náði þessa myndir í dag frábær mynd, svo mikið synd við skoðum við? Já, rétt það er erfitt ég við skeggja þegar varstundu verið að sína þessar myndir í bíó já, þeir hafa verið að gera filmundur já, það er ennþá í gangi eitthvað svona já, nú til dæmis sá ég First Wives Club hún er í gangi Close Encounters of the Third Kind það er á 15 er hún? Hún er á 15 ég er að fara í bóka, það er láns á geimverubókina hjá honum Gunnari Dan og Close Encounters eru sama kvöld sko. tilviljun hann náttúrulega les mikið í þetta sko. já, var þetta tilviljun bara? ekki samkvæmt honum wow, sko Close Encounters ég horfði á hann með bróðum mín á þessum tíma hann sýndi mér hana það er alvöru mynd ég var að rifja hann upp hefur ekki síðan það þegar hann að búa til líkanni hérna alveg það er alvöru mynd sko og svo byrjar að spila þetta er bara geggjumynd sko geggjumynd byrjar að kommunikata með tónlist við geimverunar hvað finnst þér sko, við Helgi erum nú búin að fara þessin í geimveruheiminn gegnum höfuðvikandi efnin eða þú er ekkert verið að þú veist, eina sem ég hef fengið ekkert sem að fór ég inn í það og ég svona fekk þessa tilfinningu ef það væri geimverur þá myndi sko deila vitund með okkur já það væri semst ekkert eitthvað öðruvísi boring það er svona svolítið boring sko ég hló svo mikið núna því ég var í einu svona eitthvað partíi núna helgina nú ok já. Kom hérna vel reyðgæður í leikinu og Helga í gær já ok og þar var góð maður og hann fer allir að tala sko síðasta skipti sem hann að tekið DMT þú þekir það ekki Hjálmar já ég veit hvað ég hef ekki tekið það þú er ekki tekið það hann veit ekki dýð hann veit emmið og tíð það virka efnið í ayahuasca og það ef þú reykir það þá getur það skotið þér helviti langt og hann segir sko að fyrir 6 árum þá ég hef ekki snert þetta í 6 árum og ég sagði akkur ekki að því þegar ég tók þetta fyrir 6 árum þá bara reykið þetta inn og svo næsta sem ég veit að þá er ég mættur eitthvað staðar ég flýt eitthvað staðar og það er gameskip og þar voru 6 verur í alls konar litum og þær sátt allar í jókastellingunni horfðu á mig mjög þungbrýndar og svo segir ein þú mátt alveg koma hingað en bara á svefnum
Ekki á DMT. Nei. Jú. Tala á íslensku. Það er þetta, ég glemt að spyrja því. Það er þetta geðveikt gott. Akkur viltu vera að koma hinga bara í 10 mínútur á DMT-inu, þú getur verið henni í 3 tíma þegar þú kemur á svefnum. Eftir það hef ég ekki snert DMT. Þetta er rosalegt dæmi, sko, ég er náttúrulega lendi í því. Þú er góðu dítæll að það var allar í jókastellingar. Já. En það er mjög gott. Í Þjórsárdal 1990 Sýnar það eru andlegar sko, in the 90s, þá byrjaði rosa mikil umræða mannst eftir, ég held sér 95 eða eitthvað sem er alltaf að fara að hitta geimverunir á Snæfellsjökli. Já. Nefnum hvað, in the 90s, þá var rosa mikil umræð geimverur, kom aftur eins og gerist alltaf reglulega, nú er það bara komið aftur núna, verður svona tískupiri. Og við vorum alveg sjúkir í geimveru strákunni, allar sem myndi voru að koma aliens og allt þetta bara eitthvað. Svo er ég Þjórsárdal að djamma í Þjórsá, er ekki Þjórsárdalur? Var það ekki djam svona, það var eitthvað, ég held að það er Þjórsdal. Jú. Og ég er þar. Og útihátíð. Það er útihátíð. Það er bara virkun. Djammi í Þjórsárdal. Já, Þjórsárdal. Það voru útihátíð. Og við erum hana og nema hvað, ég er ekki mikið fyrir að sofa í tjaldi. Ég legg mig frekar aftur í bílnum. Þannig ég fer aftur í bílinn og sopna. Svo vakna ég bara geðveik læti og bara þvílíkt ljós og bíllinn bara hristist og ég bara, ég er bara svona hálf, maður er búin að detti í það og eitthvað svona, þannig ég er svona en einhver ástæða var ekki nógu forvitin það er hægilegt að geimur þetta gæfu Hjálmar væri bara, í símanum við TikTok þegar við mista tækifærinu þannig ég er bara svona, ég bara snúa mér einhvern veginn og bara, og bíllinn hristist bara og geðveik læti, sko. Svo er ég bara að segja strákunum frá þessu daginn eftir og þeir eru eitthvað, hvað kjafta er þetta eitthvað, djúsruglið er eitthvað svona, engi trúðu mér. Svo erum við að keyra heim og hlusta útvarpið eftir hátíðina. Þyrla þurfti að sækja slasaðan mann í Þjórsárdal þá var það þyrla. Það var ljósin og lætin. Þú er ekkit hérna, þegar þú fyrst hjartaáfalli, þá er ekkit fengið að komast inn í eitthvað svona DMT heim? Ég fekk hérna þetta sem er svona vinsælt í dag, fentanyl sem krakkarnir allir í dag. Þú færstu fentanyl? Fentanyl, já. Ekki oxykonta? Fentanyl? Ekki fentanyl? Jú. Fentanyl er versta efni. Já, 100% fentanyl held ég. 100%, já, það er enda gott. Það er alveg hreint. Ok, og hvað gerist þá? Það var svo magnað, ég fekk þetta og ég sagði bara, ég er að koma með eitthvað, ég er að drepast ennþá, sko. Og ég var bara, ég verða bara, ég vil bara sá sem ekki fari, sko. Ég er gamli skólinn. Bara, og þeir bara, hann byrja bara eitthvað væri ekki að setja þetta eitthvað æðina heilengi og svo kemur annað við og svo byrja bara og það gerist ekki neitt og það var svo magnað að ég fann ekki neitt og svo mikið sást ekki hérna, sko. Þannig að hún hélt bara áfram og svo rugglað, svo ljósa var ekkit vel við þetta, sko. Dæli við fentanyl og síðan bara gerist, ég fæ þetta eftir smá tíma, komum på spítalan fæ bara geðsjúkan hita allan líkamann og þetta var bara svona, já, ok það er þetta sem við erum að tala um. Nú að það? Já, þetta bara já, ok, þetta er geðveikt. Sko, ég hef bælt í því mitt í þessum dópistapartíum. Já. Nei, ég hef hugsað það svona ángríns að þessi efni sem að róa þig rosalega mikið eins og fentanyl og þessir ópíóðar að ef að kerfið slakar nógu mikið á þá held ég þú getur jafnvel farið að skinja einhverja hluti sem þú getur ekkert skinja þegar já, og þú nærði ekki og þú ert svo nei, menn þú komin í sama ástand og þú sérst bara í einhverju transhugleyslu þegar þú ert farin að slá bara hjartað er að slá 20.000 á mínútu eða eitthvað og andadrátturinn orðið fáránlega hægur einmitt. Þá byrjar að gerast einhverju hlutir í heilanum og þá getur ég jafnvel farið að sjá einhverja sýnir og já. þú er ekkert fengið sýnir nei, ekkert. Bara hita, bara góðan hita. Svo er hittaboksi og svo var ég bara að leika setnum kvöldi og var ég bara að leik setnum kvöldi. Þetta var allt rosalega skrítið, kem bara á laugardegi, hent inn búið bara, þetta var allt búið bara eitthvað 5-leitið eða eitthvað, sko. Og ég bara 6:30 var ég bara svona, ég vissi alveg, ég gæti ekki farið heim, sko. En mér leið þannig, ekki leið, ég farið bara heim við skoða við. Það var eiginlega bara þar þurfum við eitthvað að vera með mig eitthvað mikið lengur. Þetta var svo snöggir að þessu magnað. Boring. Sjálfur, það var eitt rosalegt. Þú varst í Suður Afríkuna. Það var rosalegt. Þú settir inn í story þarna með mannin og sveðjuna. Já, það var alveg. Nei, veistu það, ég hef ekki hugmynd um þetta. Það var alveg, sko.
Þú er ekki sett frá þessu? Nei, ekki opinberlega sko. Vil ég söguna? Já, mér finnst það bara. En hafa hann svolítið snögga, við erum á tíma. Já, við erum að segja östu auðlýsingar. Já, Reykjavík síðdegis. Nei, þetta var rosalegt. Já, þetta var rosalegt. Ég náttúrulega fekk að frétta þess að sögja sínu tíma. Þetta var bara að þetta svo... Nei, ég ætla að fara, ég var að spá í kostendum. Nei, er þetta ekki 5 dagar? Já, 5 dagar. Nei, 5 dagar í dag. Ég lesa það fyrir ykkur. Nei, það er góð. En segðu, þetta er rosaleg saga sko. Nei, sem sagt, ég fer til Cape Town í Suður-Afríku 2023 sem er ein hættulasta borg í heimi. Hún er það, sem sagt, samkvæmt tölfræðinni en ég mitt var að skoða þetta alltaf vel, hafði ferðast út allt og aldrei lent inn og ég var komin svolítið á hann vagnað. Þú veist, þetta væri svolítið bara fréttamiðlar er að halda okkur í ótta og gera heimi verri og allt þetta og glæpatíðnin er rosa há en þú veist, það eru túristakverfi sem eru bara mjög fín en glæpatíðnin er svona há mestmegnis út af slömmunum. Það eru rosaleg slömm sem bara eru fáránlega mikið að glæpum. Jú, eðlilega, fólk er bara að bjarga sér. Og ég er annað hávétur sem sagt hjá þeim sem er júni hjá okkur, þetta er svo langt fyrir sunnan miðbaug og einmitt var kannski svona eftir að hyggja með pínu svona næf heimsýn en samt fallega að bara fólk væri gott og og svo bara að fara til Kólumbíu og alls konar landa og oft verið á stöðum sem að búa að segja mér að vera mjög hættulegir og aldrei neitt sko. Já, ég meina, hvað verið í Líbanon? Nei. Jú, Beirut í Líbanon og alltaf Beirut, maður tengir það nú bara við eitthvað stríð. Þú verður að passa þig, alltaf og svo bara kemur og bara gegja fólk Já, bara svo heimildamind núna í Líbanon, það er bara allt bara rættur til götu hægri vinstri það sko. Já, í Medellín í Kólumbíu hverfið þar sem var sagt að maður ætti alls ekki að vera í og svo byrjaði ég bara að labba og svo endaði ég að vera röldaðir í 3 tíma einn og bara og ég þannig að þú varst orðin helviti kokki og það er svolítið kokki og svo erum við með hávetur sem er samt, þú veist, bara svona Íslands sumaveður kannski svona, þú veist, 14-15 en svo eru 2-3 dagar sem verður svolítið kalt og þá fæ ég þessa hugmynd þegar við að skella okkur bara í innanlandsflug og það er borg sem heitir Durban sem er innlandsmegin sko, þetta er, þú veist, alveg syðst og þú ert í raun og vera Atlantshafsmegin vestanmegin á Afríku skaganum þegar þú ert í Cape Town en Durban er, og þá er bara bæði hafi miklu heitara og það er alveg kannski svona 6-7 gráður hlýra þannig að þú ert að fara úr, þú veist, þessu íslenska sumri yfir í kannski svona 23-24 gráður og 20 gráður heitar sjó og ég var ekkert að vinna neina heimavinni að Durban er mun verri borg en Cape Town því munurinn er að Cape Town þó sem er svona háa glæpatíðni að þá er rosa mikið af túristum og túristakverfin eru mestmegnis tiltölulega safe ef þú hegða þér ekki eins og hálfviti en Durban er meira bara hættulega overall skilur þú bara ert ekkert mikið að flakka þar og þá er ég Okkur kannast því svona Durban Er þetta eitthvað fótból það tengir? Getur verið, sko, það er mikið golf í Suður-Afríku, veit ég. Já, það lítur. Getur verið eitthvað golf. Já, ég hef heyrt þetta oft, sko. Já, og svo surf og eitthvað svona. Ég er mitt það því að hef gaman að vera rölt upp á fjöll og vera berfættur og eins og þú þekkir. Já, við erum allir hérna. Og þarna er fallegu dagur og það man ekki hvort að mánudagur og þriðjudagur, bara venjulegu dagur. Og ég hef búin að vera mitt bara að fara upp á fjöllin í Cape Town og hafði ekki unnið heimavinnuna með að það er heldur eitthvað sem þú átt ekkit mikið að vera að gera einn, sko. Að vera í Cape Town? Já, út af því að gæjarnir eru að mögga þig, ræna þig þegar þú ert komið burt og ert eitthvað staðar einn, sko. Þannig ég fer þarna og finn eitthvað stað þarna fyrir utan og það er ekkert fólk ég bara, ég fór eitthvað app og sé að það er eitthvað gönguleið þarna og ég bara eftir að hyggja bara einn út í raskati og er að rölda þarna. Þetta er í Durban? Já, þetta er í Durban og mæti, þetta er klukkan svona 1-2 eftir háti, bara okkur fallegum degi, gott viður, bera ofan og berfættur og sem betur fyrir síðan ég kem að því eftir, var ég komin í skóna þegar að ekki átti sér stað, sko, því ég mæti gæjanum og þá var ég berfættur og ég sé einhvern veginn svona vinalega gaur eitthvað og heilsunum og hann heilsa mér á móti og svo samt svona, og veist, mitt Suður-Afríka náttúrulega líka sérstætt land með aðskilnaðinn og svarta og hvíta og ég hugsaði samt ég var einhvern veginn meira sem er kannski eitthvað stereotýpa það er eðlilega að ég myndi mæta hvítum manni í fjallgöngu það er eitthvað svona miklu sjaldgæfara að það sé svartur maður en allavega svo fer ég bara mína leið og hann fer í hinn áttina nema svo kem ég tilbaka sneri við og að því að það er einhvern veginn þessi gönguleið var ekkit ég hafði ekkit kannað hana nógu vel þannig að það kemur bara eitthvað svona einstefnu ég kemst ekki lengra svo sný ég tilbaka og allt í hennu mæti ég sama gæja nema þá er að koma með, þú veist, ég sé svona útundan mér þegar ég horfi á hann, sami gæin nema ég sé að allt í hennu komin sveðja í hægri höndina á hann og sveðja er ekkert eitthvað smá dót, sko. Við erum að tala um bara þú veist, alvöru
alvöru stykki. Erfitt að fara undan og það eitthvað sem þetta gerist svo ógeðslega hratt, en það eitthvað sem gerist þegar ég sé sveðjuna, þá kemur strax eitthvað svona tilfinning í mig, ok, þetta eitthvað hérna, og svo er ég að koma nær honum og hérna þú veist, í minningunni ég kannski svona, fer ég ekki nær honum en svona, ætli ég sé ekki svona 3 metra frá honum, 4 metra frá honum, þá mætast augun okkar og þá sé ég bara eitthvað svona geðveikisglampa og svo sé ég sveðjuna byrja að koma hægt upp og þá fer bara mig einhver svona fáránlegur adrenalín hrollur og fyrst held ég að hann eitthvað að grínast. Svo horfi ég aftur á hann og sé bara að það komi meiri geðveikisglampi og sveðjan komin upp. Og þá gerist þetta svo fáránlega hratt að þetta svona einhvern veginn algjörlega óraunverulegt atvik að ég bara byrja að öskra og einmitt var komin sem betur fyrir skóna og byrja að hlaupa. Og hleypur að hann þá eða? Nei, þá gönguleiðin nógu það nógu, vegurinn nógu víður til þess að við erum að mætast í raun og veru ekki, þú veist, ég í hinum jaðrinum. Já, ok. Þannig að það eru svona 4 metrar á milli okkar. Þannig að sem betur fyrir þurfti ég ekki að hlaupa aftur inn í áttaskóginum sko. Þannig að þegar ég byrja að hlaupa og þetta aftur einhvern veginn, ég hef alveg getað hlaupið og vart í ranga átt aftur inn sko. Og þá var einstefnu gatan og þá hafði ég þurft að hugsa hvernig kemst ég fram hjá honum eða fyrir tilbaka, þannig ég sem betur fyrir að hlaupa aftur í áttina að borginni. En þá þetta bara þannig að þetta í minningunni þetta svona, þetta sé ekki svona 1 mínúta þar sem að ég að öskra bara af öllum lífs- og sálakröftum, hann að öskra á eftir mér með sveðjuna upprétta og við erum bara í spretthlaupi og ég að horfa á eftir mér og það klikkaði við þetta hann var aldrei búin að spurja gef mér veskið eða síman, þannig að þú veist Já, hann var ekki einu sinni hann var ekki byrjaður að reyna mig sko, og segja, heyrðu, ég skal bara láta þið fá allt sem ég með og líka ég, einmitt, talandi að kunna hegða sér ekki eins og hálfviti, ég var bara í stuðpúsum, hlýraból og ekki með neitt sjáanlegt á mér ekkert úr en ekki neitt þannig að og ég að horfa tilbaka og meðan ég að hlaupa gargandi og ég líti ekki tilbaka svona 4 sinnum og það dró ekki mikið í sundur þannig að hann að hlaupa álíka hratt og ég já. Svo bara allt í eitt skipti þegar ég líti tilbaka þá sé ég að hann hættur að hlaupa og hérna og þarna einmitt, þetta bjarga bara lífið mín að vera í góðu formi að því gæjan var alveg í fínu formi líka hann var að hlaupa á álíka hrað og ég með sveðju og svo hérna þú veist, og ég hætti ekki að hlaupa þú veist, ég geti ímyndað hvað þessu sé að hann hættur en þú veist, ég bara hlaupandi þangað til ég komin inn í íbúðina mína sko. Og það var bara blóðbræði munninum allt, þú veist, að því að þér líður einhvern veginn sem sér bara ennþá ég hættu nema fyrsti gæin sem ég mæti þegar ég komin í borgina þá ég bara, þú veist, í einhver algjöru taugaáfalli, bara gæja þarna með sveðju og síðan það svo skrítið að þú veist, það kom aldrei upp einhverju hugmyndum að tala við lögregluna eða þannig að það algjörlega tilgangslaust en það skrítna við þetta að síðan kvöldið þá ég með Ester kærustunum minni og þá kemur einmitt bara svona, þú veist hann núna bara heima á sér horfa á Netflix og bara búin að gleyma því að hann ætlaði að drepa gæja þetta þú veist að því að hann var örugglega ekki gerðið fyrsta skipti ég tel það mjög ólíklegt að þetta hafi verið fyrsta skipti sem að hann hafi ætlað að gera svona við mann sko. En þetta svo magnað að þeir eru einir að það var enginn annan enginn sko. Og þetta akkurat að hann mæti þér og sæki sveðju þú veist ég bara drepa hann að gaur það svona svo klikka sko og eftir að maður hugsa skilur ætlaði hann að ræna mig eða þetta bara einn af vonandi fáum sem bara ennþá þar að hvíti maðurinn sé bara vondur og ætla að drepa svarta fólkið og það þurfi bara að drepa hann tilbaka það til svoleiðis í Suður-Afríku sko en ég var alveg í langan tíma eftir þannig að ef ég var þú veist, í matabóði eða kærasti mér var að elda og hún var að taka upp stóran hníf þá fekk ég alltaf svona intrusive hugsanir að ég hefði stungin í baki þannig ég þorði ekki að snúa baki í hnífinn sko. Og það bara frekar nýlega að farið sko. Svakalegt sko. Hjálmar, taktu sveðjuna við komum með óvænt, við ætlum að sjá hvort en þetta svona Nei, maður hefur séð þessar sveðjur ég að segja, þetta ekki nýfur þetta svo erfitt verkværi líka að hlaupa undan örgla. Þetta svo stórt og svo mikið Já, því svo var annað sem að kom, skilur í þessu splitt sekund augnabliki, þá kom líka í hugan á mér ég bara að fara mætunum og þá, einmitt eru 2 möguleikar annarkvort hefði hann haft mig eða hann hefði náð að skaða mig og ég í þessu, það rosa auðvelt að segja eftir á ég hefði yfirbugað hann og tekið af honum sveðjuna ef mér hefði tekist að taka af honum sveðjuna í þessu rössi þá hefði ég örugglega drepið hann
bara þess að berga lífið mín því þú ert bara adrenalínið það hátt, þetta bara upp á líf og dauða þannig að það var annað sem ég þurfti að hugsa ef þetta hefði farið öðruvísi þú veist, þá ef ég hefði dauður þá hefði ég náttúrulega ekkert vitað af mér en ef ég hefði drepið mann það hefði verið heldur skrýtil lífsreynsla að hafa bakinu sko. Því ég var alveg viss það að ef að það hefði komið til þess að við hefðum mæst og ég hefði náða yfirbugan þá ég nokkuð vissum að ég hefði bara tjoppaðan þangað til að væri ekkert líf í honum lengur sko. Af því þetta gerist það hratt að þú ef þú ert ekki vanur einhver lögreglumaður eða hermaður og vanur því að þurfa að yfirbuga fólk og kunna á svona aðstæður þá held ég að bara survival instinkti taki bara við og þér finnst þú ekki verið hættu fyrir en þú sérð bara maðurinn ekki þarna lengur sko. Hvað sagði kærast þær? Hún alltaf þurfti bara að taka á móti mér grenjandi og gólandi þegar ég komin í íbúðuna Ég er samt alveg geta grátið þetta alveg svona, ég er bara ekki bara frosið þú veist, það alveg svona Nei, ég var bara einmitt þegar ég var að öskra fyrst þegar ég er að mæti þessum gæja og svo er ég leiðin í borgina og svo bara einmitt leiðan alltaf kannski þú veist að því að þú veist, þetta er kærasta mín og hún er vöna kannski geta að gefa mér móðulega hlýja leið og ég hringdi í hana og byrjaði að segja henni hvað hefði gerst þá bara brotnaði ég og byrjaði að hágráta sko. Sem er einmitt gott, það er gott að geta byrjað að losa þetta strax úr kerfinu en þannig mitt hugsa maður hvað maður er komin langt frá að því þú varst nú að byrja að tala um þessa vinnukalla sko. Komin langt frá því að einmitt bara veist, svona var þetta bara áttu upp á líf og dauða við erum náttúrulega bara í þannig séð bara, við erum í algjörum bómul það er svo leys það er bara þannig það er samt svona, ég er samt konið Reykjavík í dag þá er ég sko, ef ég er með síma minn bara ég veit þér ekki að sama sem við Þetta núna þurfa að leggja þér höstur Ég ætla bara að segja að þegar ég er með síma svona er að gera eitthvað ég ætla með 2 hendur á símanum til að rífa enginn að þér til að rífa enginn að mér með sér Reykjavík sko, ég ætla að gera þetta í London allstað það er versta sem hjá maður getið hugsað það er að taka síman þú trubla skrollið með þess að það er að keira það var með 2 hendur á símanum og stýrir bara með þú veist hnénu hann gerir það alltaf stýrir munnunum Ég var alveg að hugsa þetta mitt sko, við vorum að ræða þetta ég var Helgi daginn, eða ég var að segja honum frá það voru gæjar sem fóru þarna á kæti yfir Grænlandsjökul það fóru á svona, hvað heitir þetta á íslensku? Svifnökkvar yfir allan Grænlandsjökul nema svo hitti ég annað þegar hann er á Kjarvalum daginn ég hitti hann oft þegar ég er að sitta þar og vinna og hann segir hinn gæinn, hann er núna á leiðinni einn yfir allt Suðurskautslandið á kæti og sko bara að sækja hann að því að hann þarf að fara á endan á Suðurskautslandinu það kostar 20 miljóna bara að ná henni flugvél og þá var mitt að hugsa maður skilur að því ég er einhvern veginn að ég er ekki að mæla með því að maður færi í svona aðstæður sem ég er í með sveðina en ég er þeirrar gerðar að einhvern veginn ég staðna rosa mikið ef ég næ ekki að setja mig í einhverjar aðstæður sem að tengja mig við að finna þakklæti fyrir því að vera lifandi sko. Og þetta fyrir maður einmitt að hugsa sko, svo eru aðilar sem taka þetta dálítið út í öfgar eins og John Snorri, blessu sé minning hans og þá hugsa maður þannig gæði, þú veist það sem nánast orðin háður því að setja því í þessar aðstæður því ég held að gerist eitthvað í boðefnakerfinu í heilanum á þér og þá verður þú svo óbúslega þakkláttur fyrir bara rennandi vatn mat, heita ofna og ég held það svo erfitt að ná í þetta í þessu daglega lífi því þú nefnir símann skilur þegar maður er bara búin að ofbjóða boðefnakerfinu í heilanum og allt er orðið svo auðvelt það er eitthvað fólk sem var að labba yfir Grænlandsjökul 30 daga að labba þvert yfir hann þú veist, jökulsprungur, íspyrnir ofsaveður í algjörlega einsleitu umhverfi og ég bara svona þú veist, reyna að sofa í einhverju tjaldi í -20 og eitthvað, ég bara maður næri sig ekki, sko, þú veist, þetta er rosa maður næri sig ekki samt nærmæri sig sáuðu Everest myndina? Nei Mér fannst bara nóg að horfa á þá mynd bara til eins og líða eins og ég að fara á Everest sko. Það er atvikarna þar sem að þau eru upp í þriðju búðum eða eitthvað og þá byrjaðu öll að ræða saman öll koma úr bara eitthvað svona þarf það eiga pening til þess að geta að fara upp á Everest er rándýrt og segja, akkur erum við hérna þú veist, þá er einmitt súrefni orðið lítið farin að fá niðurgang, lítil svefn og bara akkur erum við að borga allan annan pening fyrir að þjást svona mikið og það fer svona hringur hver og einn er að segja og þá er einn gæjan þetta sem segir bara þegar ég er þarna í Texas Josh Brolin leikur hennar gæja sko Texas kall sko þá er alltaf skuggi það er alltaf svona smá skuggi á eftir mér og ég losna aldrei við hann en þegar ég kom hérna upp þá var hann farinn og ég tengi aðeins við þetta skilur það er eitthvað við
ég veit ekki, heldur eitthvað við erum ólíka guði gerð sko, en ég einhvern veginn ef ég set mig ekki sjálfviljur í erfiðleika þá byrjar þessi þægindaramma skuggi einhvern veginn að vofa yfir mér þessuna sem að þú ert að taka kaldapotnir á mótnana og allt þetta dót skilur ef við förum ekki, þú veist, dópamin kerfið okkar eins og vegasalt sko, ef við búum ekki til náttúrulegt dópamin með erfiðleikum þá maður einhvern veginn bara, þú veist, maður alltaf að ná í eitthvað auðvelt dópamin með sykri og símanum og þessu, ég virka þannig að svo ég bara honum þunglindur sko. En hvernig fannst þér eins og þú fórst í göngutúr síðan aftur eftir þetta? Ég held einmitt, í þessari ferð fór ég ekki aftur sko, en svo kom ég aftur þarna núna einmitt. Nei, ég er að segja, já, það var einmitt, þá svona skrítið sko, þegar ég byrja labba í fjöllunum að þá þú veist, hvert einasta skrá við trjánum við alltaf með viðbragðið alltaf á eftir mér sko. Já, það svona ennþá brendur eftir þetta. Það sem ég gerði var til þess að þú veist, og svo ég ennþá í þessu og svo ákvað ég mitt að tala um að skora sig aðeins á hólum. Ég ákvað að fara, tók sko 2 grumma svepp í göngutúr. Já, fótbrandi göngutúr bara, og þá náttúrulega í Þú voru gaurinn. Já, það sem gerist þá íkist óttaviðbragðið ennþá meira sko. Já. Það verður svo næmur. Þú verður svo næmur. Þannig að ég raun og veru var þá að tala um að vera sjálfvilji og segja bara, ok, ég ætla bara að fara þarna inn og þá náttúrulega var ég orðinn ennþá meira paranoid. En svo þegar ég fór í gegnum það, þá leið mér eins og ég hefði sigrast á þessu. Já, geðvægt. Ok. Já, þetta magnað. Já, þetta náttúrulega eitthvað. Skrifa þetta niður. Ég var í Króatíu núna með Reimi söngara. All inclusive hotel. Hann fór aldrei út af garðinu. Nei, ég fór aldrei niður í það var sko hótelinu ég er rosalur. Ég er svo mikið í núinu og hann er komfort svona skugginn sjálfur. Hann er skugginn. Hvílir í honum. Ég er skugginn. Þannig að það sem ég á að gera núna þegar þessi skuggi kemur ég nefnan Hjálmar og hugsa hvað þú er glaðlendur og góður þá hættir þetta ángra mig. Reimur kom eitthvað og það var svona undirgöng og löpum aðeins út frá hótelinu og eftir bryggju og svo er svona einhver undirgöng sem hættir að labba inn eitthvað svona smá klífra labba smá brekku, ekki klífra, bara labba og svona smá undirgöngu eitthvað svona eitthvað svona dæmi kolniða myrkur drullu skítug og hann segi, hei, förum hér ég segi bara, Heimir, þú þekki mikið neitt það er ekki séns ég sé engan tilgang í þessu að vera að fara eitthvað dimm undirgöng eitthvað skít, eitthvað tilkvæs, veist, ég skilur hvað við ég bara sé engan tilgang í þessu komast aðeins nærði að vera lifandi ég er bara nógu lifandi sko. og nærði að vera lifandi leikur í Championship sem ég ætlaði að sjá þetta er bara, þú veist, ég nægis ekki það er ekkert í mér en hvað með, ég menna nú ertu byrjað að æfa já, ég er bara að lifta þú ert svona hægt og rólega að viðurkenna ósugur fyrir mér og Helga já, þú veist í lífstíls stríðinu já, ég skal viðurkenna það þið sigruðu þar en ég er ennþá yfir í heildinni ok, hvað ertu ennþá að vinna? Nei, það er mjög gott að vera að byrja að lifta þú verður orðin berfættur eftir 3-4 ár sko já, ég er náttúrulega ég var langt á undan ykkur ég var alltaf berfættur heima þegar ég var í Malarásnum ég bjóði með pappa ég var alltaf berfættur að fóra út af grasið en ég vissi ekki að það væri eitthvað tenging og eitthvað ég fannst það bara gott það er bara berfættur í grasinu það er það sem tengingin er þú veist, ég var ekki að hugsa þetta er eitthvað tenging þetta er bara eðlislegt í mér en maður gerir þetta aðeins að hugsa að þetta sé tenging, þá er þetta í lagi ég er að segja það þú veist, mér fannst það bara geðvegt að vera bara á táslanum sko já, finnst þér þetta að vera svona óþarfa sýniþörf vera að búa til tengingu og gera þetta eitthvað svona andlegt já, ég er svo sem ekkert eitthvað spáð mér stöðum mér rosalega helgi fyrir táslanum minn í búðir já, af hverju stuðar þið? Já, bara þú veist, mér finnst það suppulegt. Það suppulegt? Já, einhver sé á táslunum mín í búðu síðan og köpa matinn. Ok. Hvað er, ok, ég ætla bara svona að spyrja þarna, er skítur en skó sóli? Helgi, ég er bara að segja það, þetta er mín skoðun og ég hef rétt á henni. Nei, þetta er bara einfalt, er skósóli óhreitni heldur en nei, ég bara, þú veist með hvað þú ert að djöflast í alltaf við vorum alltaf með rosalega sýningu á föstudaginn já, hvernig gekk? Hvað dagur er? 5. Já, föstudaginn 7. november það var geðvikt það var sko þannig að við fengum sko það gerðist ég veit, vissir þú ekki af því að kæristuna þína var að fara að koma?
Hvernig finnst þér það? Þannig í 4 kærustur og svona. Sko ég bara, menn gera bara það sem þið vilja. En ég alltaf svona, mér aðdáunarvert að halda þessum boltum öllum á lofti, sko. Já. Þú veist. Það sem flesti segja. Að halda þessum boltum á lofti. Þá kemur einmitt þessu, hún Þórhildur kom til mín í podcastið. Söndu saman. Já, og því ég alveg laus við eða svona, allavega mesturleiti, ég tel mér alveg að lausa með að vera eitthvað, þú veist, fólk má bara gera það sem það vill, það er ekki að skaða aðra og það er það sem ég er áhugavert, mér er svo áhugavert hvað þetta stuðar fólk mikið og þar finnst mér svolítið svona augljóst að það eru mjög margir sem að myndi vilja eiga marga kærustur verða mjög reiðir af því það er einhver annar að lifa draumið þeirra. Ég held að þeir sem verða reiðastir eru þeir sem langar það mest. Það er svoleiðis. Ég er ekki það er svoleiðis. Því ég stundum að bara helvítið eftir hann æstur við erum bara rétt brjálað. Já, alveg brjálað. Ég letti bara núna í þeim helgina. Ég var að segja frá þessu live showði en þetta hefur verið rosalegt. Það sem ég spurði Þórhildur, mér finnst það áhugavert var svona skilur, ok, eitt er að þú sért komin yfir afbrýðisemina og þú og maðurinn en annað er tíminn. Segjum svo ég sé maðurinn og ég bara ok, ég er góður með þetta og þú ert komið með kærasta og þú mátt sofa í höðurum en við erum bæðið inn í krefjandi vinnu, við erum með börn og svo ert þú að taka viku með kærastanum á Spáni og það er bara svona hvar fittar inn tímanu fyrir okkur þú veist, bara venjulegt fólk sem er ekki í mörgum samböndum á alveg nóg með að finna gæða tíma með makan sko, ég myndi þá kemur Helgi með nú kemur Ippon nei, ég held að þetta er svona fjölástaskýringin fjölástar hrútskýring hann ætlar að hrútskýra yfir það sem að þetta er bara svo rosalega það er svo erfitt að því verðum svo vöna að séu bara svona single eða sambandi og þetta er bara svona 2 möguleikar og annarkvært þetta er bara single lífið eða sambandi og svo þú veist þetta opna samband og það getur verið svo ótrúlega margir fletir á því sko, eru með þið hjónin saman, eru þið kannski bara saman, farið þið kannski og hittið eitthvað annað fólk eða, þú veist, er einhver kannski bara að sofa saman eða eru þið actually í sambandi og allt þetta. Að því að í raun og veru, til dæmis er svolítið erfitt að setja sig, bara til dæmis eins og Þórhildur, sem er búin að eiga mann núna, þú veist, þau eru búin að vera saman í 17 ár eða, þú veist, 18 ár og þá skilur maður ekkert alveg, þú veist, dýnamikinn ákveð bara eins og mörg hjón sem er búin að lengi saman, bara skilja þau komið hundlega hvort það eru já, bara svona, skilur þau, það er eitthvað svona og þá er þetta og þó þú kannski er eitthvað kærast veist, það geta alveg verið eitthvað vinkona þú veist, þetta er ekki svona eins og já, ég skil þú veist, þetta er svona meira það er það sem ég svolítið tekið út úr þessu að bara hvernig við sjáum samband er bara svona einhvern veginn kannski svolítið samloku típan af því en maður er að hitta vini sína og ég hef alltaf átt marga vini, tengt við marga vini og það, þú veist, að koma sem blanda kynlífinna er ekki eitthvað svona rosaleg eðlisfræði, skilur mig. Þetta verður ekki svona einhver rosalega munur í staðin fyrir að maður seti bara að horfa fótboltan, skilur þá kannski fyrir maður bara og spilar fótboltan í svefnherberginu. Þú veist, eða eitthvað þannig, skilur mig. Það er verið upp fyrir mér þegar að Hemmi Gunn, blessu sér minning hans, þegar ég var að spjalla við hann áður en að dó og hann sagði alltaf þegar ég var farastjóri í ferðunum til Spánar þá þurftum við alltaf að vera með allavega 2 auka herbyggi af því þá er það jafnaði 2 skilnaðir í hver einstu ferð og þá er það svona, svona íslensk klassísk hjón á þeim tíma og það er bara verið alveg börn og svo bara á mánudegi verið að elda ísu og svo allt í henni eru þið bara þarna 2 saman og einmitt verið að drekka kannski til þess að íta triggerunum svona þessu upp og svo bara allt í henni ertu bara hvað gónir þetta sem er hérna í liðinu þið bara eru þið ekkert búin að vera að tengja öll þessi ár og svo bara fattið að þetta bara búið og ég held líka það, veist, í mínum huga er þannig að svo stjórnar náttúrulega hagsmunir samböndum og raunverulegir hagsmunir til með sem maður er einhver fyrirtæki með einhverjum þá er það orðið, þú veist, hagsmunirnir og það stjórnar náttúrulega hvað er í boði og það þurfa að vera ok, eru sameiginleg markmið með þetta fyrirtæki og hvað vil ég gera og alveg eins með eigna spann eða fjölskyldu, það bara er ákveðna hagsmunir, það mun draga ákveð að sér og svo náttúrulega mismunandi aldur líka, þú veist, yngri börn eru miklu, þú veist, meira frek á tíma heldur en eldri börn og ég held mér bara að segja að þú veist, þau sem eru að opna kannski, þú veist, börnin eru ekki orðin svolítið svona eldri og meira, þú veist, sjálfvala og þú veist, þá er bara fólk einhvern veginn meira að skoða þessa hluti og líka bara þessi, sko, tilvistakreppa að við náttúrulega mætum sjálfum okkur oft, sko, það sem við þurftum í upphafi sambands er annað sem við þurfum núna Já, algjörlega. Þannig að þú veist, fólk sem byrjaði saman svo kannski gegnaðist börn er búið að taka eitthvað hlutverk svo allt í þessi hlutverk hægt og rólega að brá af
Allt í einu er ég ekki mamman eða hún er ekki pappin og allt í einu bara, og þá var allt í einu, hér erum við 2 manneskjur að tengja, en hvað er sambandið okkar þegar við erum ekki að sjá þessa litlu einingu okkar, skilur, sem ofta að gera. Það er náttúrulega bara algengst að öllu að fólk skilur þegar börnin er orðin eldri. Já. Mér er allavega nefnitt svona áhugavert eins og við vorum að tala með þessa reiðustu sko. Að það er pínu eins og svona nefnitt þegar þegar það er ég er ekki hommi. Akkurat. Ég mér er alltaf að hugsa til sko, Steven Tyler, söngvarinn í Aerosmith. Þegar hann var dómari í American Idol og fyrirverandi kærasta mín tónlistarkona sko, og hún, þegar hún horfði þannig bara shit, ég myndi sofa hjá þessum gaur þó hann sé að verða 70 sko, og ég vissi bara, ég myndi næstu því sofa hjá hann líka sko. Ógeðslega mikill töffari sko. Já. Og í ævisögunni hans þá kemur þarna áratugur sem hann er eiginlega búin að gleyma, hann var svo háður verkjalyfum og nema það sem var samt augljóst á þessum áratugur að hann svaf hjá ofboðslega mikið af konum. Mér minnir að það við yfir 1000 og svo spurður, en hvað með kallmenn? Já, prófaði það ekki fyrir mig. Já. Minnst það svo mikið rockstjórnur svar sko. Já, nei, ég er ekki þegar þessir, ef þú verður svona brjálaður yfir í einhver annar sé að lifa lífi sínu og hann er ekki að skada fólk, hvaða tryllingur er þetta? Það er eiginlega það stórkostlegasta við þetta, en þess að sko ég hugsa Helgi Lendel og mikið og ég og eitthvað sko, en ég fæ náttúrulega rosa mikið að fólk er svo forvitið en kannski þorir ekki að spyrja Helga eða er kannski ekkert í, sambandi við Helga eða eitthvað. Ég fæ ógeðslega mikið bara. Hvað er gangi þetta? Hvað, allt þetta. Hvað er máli? Og svo eitt sem er líka magnað, eins og Þórindur, að fólk er alltaf sko, tekur alltaf vinkil mannsins hennar. Hann er vist bara heima og hún er bara ríðandi út allt. Já, það verið þetta sko. Svo bara ákveðu fólk sögurnar. Já, svo býða bara til eitthvað. Já, ég verði mitt eftir að hafa, því nú þekkir Helgi Þórildi betur en ég, en ég verð bara að gefa þeim kredita, því mér finnst það bara flott fólk og einmitt svona, bara virka bara eins og þau séu frekar góðu jafnvægi og búin að byggja upp gott líf og mér finnst þau vera svona einhvern veginn kannski dæmi einhvern sem var ekki að hoppa út í þetta eftir að vera búin að vera í sambandi í 3 mánuði að því að í raun og vera langar hann bara ekki að vera í sambandinu. Nei, nákvæmlega. Það er líka það sem að fólk sko, og ég er ógeðslega mikið vannmetið eða kannski bara fyrst þegar maður fer að skoða þetta þá bara sjá hvað er búið að setja þessa hugmynd þetta svona iðnaðar samband, þessa 9-5 fjölskyldu og 9-5 vinnutíman og kjarna fjölskylduna hvað þetta er rosalega svona sterkt prógramað í okkur og við sem manneskir erum búin að lifa í alls konar setup og það með þess að svo með þess að koma í svona einhverju fræði við erum í raun og veru ekki svona monogamous dýr, við erum í raun og veru polyamorous við erum, svo er allar meiningar en það sem er svo sterkt í okkur, það er þessi löngun og þörf eftir kjarnafjölskyldinni svona upprunalega fjölskyldan það sem við eigum heima og ástæðan fyrir að fólk er reitt og maður skilur líka það er þessi ótti við að þetta sé að skemma hana þetta sé að skemma, góðu gildin þetta er svona, sunnudagsmatur, sex og svona riðli sko, hver á að elska hvert skilur og þá kemur einmitt þetta með sko samfélagið að bara order og chaos sko, að það er náttúrulega einhvern náttúrulega að segja að ef við viljum halda úti fólk með alls konar hugmyndur hvernig samfélagið er en það er ákveðin strúktúr sem heldur þessu öllu saman og svo er eins og á hippatímanum þegar einmitt fólk á að fara að taka mikið af hugvíkandi efnum og það er frálsar ástir og allt þetta þá voru ákveðin öfl sem að vildu bara, það þarf að halda þessu samfélagi saman og þetta er bara leiðin út í einhverja vitleysu. Já, akkurat. Þannig að maður hugsa sko þessi kjarnafjölskyld og þetta er bæði á góðan hátt og slæman hátt á ákveðin hátt þar sem heldur samfélaginu í strúktúr sko. Jú. Og þá er þetta svona, neikvæða hliðin er að, fyrir mér er þetta endilega samfélagi eins og við viljum að sé? Alls ekki, sko. Og þess vegna finnst mér að við mættum alveg stokka þessar skilningar upp. Já. En síðan er líka eitthvað fallegt við að fara bara í, að hugsa, maður og kona búið til barn og einhvern nátt er alveg svona normal að það verði síðan kjarnafjölskylda. Já. Ég er alveg sammála því að, og svo er þetta ekkert eins og ég sé eitthvað svona, eitthvað polyamorous fjölasti var ekkert eitthvað sem ég var bara, já, það meikar sens. Það var bara svona eins og poisonous pill sem ég þurfti eiginlega bara að nota bara til að segja að ég er ekki, hvað hinn leikurinn er ógeðslega mikið bara svona default. Já, ég veit. Bara eins og fár ekki ákveða, bara eins og
það skólaskylda og svo og þú bara reykt það hvort þú vilja fara í skóla eins og það sé eina rétta leiðina fyrir skóla bara að sitja inni og hlusta á bara fólk vera að segja hvernig heimurinn skilur og maður sést alltaf meira og meira hvað það mikið fake news en svo náttúrulega þetta fjölskylda og ég held að ástæður svo mikið að fjölskyldum vera brotna að því að það þessi skylda fjölskyldan búin að ganga vel eða skilur svona þessi skylda því að raun og langar enginn að vera undir einhverju skyldu gerðu þetta fyrir bráðin svo allt í hakki og enginn tala við einn og að því svo reið að hafa átt að gera eitthvað í raun og veru það sem ég vil bara benda á í raun og veru ástir ekki skylda þannig að maður að færa að elska fólk það bara, það gjöf, það ekki skylda. Hvað finnst þér þetta, Hjálmar? Því þú spurði mig. Ég finnst það bara geðvegt. Það ekki? Jú. Við styðjum okkar mann. Já, mér finnst það alveg geðvegt sko. Mér finnst bara allt svona sem hristir aðeins upp í sko. Það bara geðvegt. Þetta bara og líka sko úti ég get alveg verið sammála Helga úti hann að tala hann ekki fyrir svingið sko. Það ekki hans. Og ég er ekkert á móti en svona eitthvað sem fylgir kannski eitthvað svona drykja svona eitthvað skrítin leik ég mjög ánægð með þetta allt upp á yfirborðinu hjá honum það er ekkert leyndamál og eitthvað svo er maður alltaf að máta sjálfa sinni og ástæðan fyrir mig ég hef nú svo sem alveg sagt það opinberlega sko þegar ég var sem mest í dating uppunum og þessi dóti ég fóð með þetta í svo mikið stjórnleysi sko það var þarna tímabili sem ég hef komið með ég man ekki hvort að teildin að verið 10.000 möts eða eitthvað út allan heim og sem varst bara þetta er bara, ég er bara komin í gamla góða ADHD tölvuleikjastrákin skilur og þá er þetta náttúrulega maður er komin á annar stað maður er svona ok, er ég að verða hálf ófunganda því þetta er bara að fara tala um dópamínkerfi sko ég hef alltaf verið svona frá lítill strákur sko. Ef eitthvað er gaman þá er það mjög gaman og þá tek ég það alla leið sko. tengi Fútbolmanager nákvæmlega, ég tengi þannig ég einhvern veginn máta mig inn í þetta og ég er að vera svo rosalega vakandi yfir því það er ekki komið 12.000 ég bara vakna á mótnana og þetta er bara það eina sem ég er að hugsa því ég hef alveg verið þar sko að þessi drifkraftur hafi verið bara það eina sem lét mig tikka í lífinu sko. það sem er gott að fylgjast með í þessu, og talandi að vera með mörgum konum og það bara fíkn eða hvað en fíkn svo oft skilgreind með leyndinni það er þegar það fyrir að vera leyndarmál í kringum það sem maður er að gera og það lifir ekki ljósið og það er ógeðslega mikil áskorun að það sem ég sé að gera og það sem er í þessu að það lifi allt ljósið það sem ég geri nú er komin eitthvað svona skuggi hérna þessi má ekki frétta, þetta má ekki skilur, en þegar maður setur þetta allt svona upp á yfirborðið, þá í rauninu fær maður að vita hvað er í boði vil þessi þetta, er þessi ána með þetta hef ég frelsi og það er bara alltaf leikur sem maður verður að skoða og setur þetta allt í ljósi og þá náttúrulega ef maður ekki að og maður tekur skömmina út úr þessu þegar búið að taka skömm þegar að sambandurum mínu núna ég held að ég ætla nú að fara og opinbera allt án hennar vitundar og sama regla og ég með þá finn ég alveg skilur að þegar ég er búin að sleppa allir skömm með þetta og hún er í góðu gýr og hún er laus við eitthvað afbrigði sem er tryggera að þá verður til alveg geðveik kynferðisleg orka á milli okkar þegar hún er orðin forvitin bara þú varstu bara alveg sturlaður og bara segðu mér hvernig varstu að ríða bara öllum hvernig varstu að ríða þeim og þá er þetta orðið þá er þetta orðið gaman skilur, í staðin fyrir þetta sjórðið bara ég vil ekki vita neitt fortíðina og varstu í þessu og þær eru allar ógu við mig og eitthvað agalegt skilur þá þegar þú ferði inn í þetta og ónar bara ok, þetta er ég get ekki breytt fortíðinu minni sko. En það er nefnilega svolítið magna sko, en það er náttúrulega fólk að núti sem getur ekki eins og hugsa sér þessi minnsta fyrirvændi magna. Nei, og pældu í því það er líka eitt, pælið í því þú veist, hvað kynlíf er stór hluti og kynlíf kveikir í öllum og veist, þetta gengur út á bara internetið, klámið þú veist, vinnustaðarómans fyrirverandi, þetta er stór partur af okkur og þegar þú ert í sambandi þar sem bara þetta þarf bara að vera alveg í skugganum hvað er mikill partur af manneskjunni sem þú þekkir ekki algjörlega, það er eitthvað ímitt ég finn eins og við hefum nú rættum við ekki þegar þú komst til mig með Maradona uppáhalds ekki bara fótboltamaður, íþróttamaður minn af hverju, geggjaður fótbolta en bara þessi breskleikar það er bara málið, þessi sásveiki og akkur kveikir þetta svona í okkur skilur eins og þegar
ég fekk rosa mikið áskrifundum út af þáttum minni sumar þegar Reynir Bergmann Já, einmitt og þá mann ég eftir í þeirra Gissur, ég ætla að segja blessu sér minning hann, Gissur Sigursson sem vann með mér hérna á Stöð 2 að þegar ég var minn mesti lærimestari í fjölmiðlum og hann sagði sko, Sölvi, þú getur einhvers stað að komið eitulífi með kynlífin í fréttir, þá gerir það. Er það? Já. Þá akkur kveikir það svona í okkur, þar því við erum einhvern veginn, og eins og Gunnlaugur stjörnuspekingur hefur nú sagt við mig og Helga, það er allir að reyna að vera þetta norm, en það er engin normið. Nei. Þannig að svo er einhver annar sem er að keyra alla leið á breskleikana, þá er eitthvað Ég er að segja það er eitthvað gaman í þessu í íþróttunum skilur við þegar Rumble in the hvað hétt þetta Malas in the Palace Já, Malas in the Palace skilur við þegar menn voru bara slást á gólfinu og svo bara ok, þú veist, reyndar í því tilviki fenguðu löng bönn það var gaman þegar menn voru bara að fá tveggja leikja bann fyrir, þú veist, Larry Bird bara og það var bara boxið og það búið að vera að þurrka allan skugga Þeir eru búin að taka NBA gjörsalega og sterilæsera, þú veist, það er allt svona NFL, þetta er allt svona en þá gerist það fyrir utan oft íþróttuna sko. Mér fannst geggjaði mitt þess að Conor McGregor og Khabib þegar allt stikti þannig í lokin hlaupað eftir einhverju rútu og ég elska allt svona en það er, ég meina þú færið ekki enska boltan lengur Nei. Svona eitthvað craziness, það er bara búið veist, kantóna að stökk upp í stúk og sparki ykkur og það er búið það er alltaf að vera nei, það er, þú veist, kannski ekki en þetta þarf að vera eitthvað en það er í okkur samt, okkur langar í Já, og ég get ekki tala fyrir aðra en þú veist, Helgi hefur nú séð eins og við vorum að tala um Marrakes þegar ég landi í borðið þarna Hvað er það? Helgi hefur stundu séð svona skuggar minn koma upp sko. Hvað er það? Þegar ég veð illur Ég var að heyra það Það var það voru gæjar sem voru að keyra svolítið mikið, þetta voru svona mjóa götur Já Lenskan er bara það mikið áreitt á taugakerfi Það er mikið áreitt Ég kom hana Við vorum á Vestastán í miðbænum Þannig hvert skipti sem er ætlað út að höfum að draga djúpt andan ef að fara út að þetta eru svona, 2,5 metra breiðar götur það er þú veist bara umferðið báðar áttir og svo er einhverju svona nýðingar á vespum þú veist, þjösnast í gegnum mannfjöldan þetta er svona, veist, og einhverju seljaður á kantinu, svo koma asnar dragandi vagna og maður þarf að passa fæturnar á sig til að vera ekki bara undir hjólunum og svo er þetta svona hátt upp þannig að þetta magnast allt, þú veist, í hljóðin þetta er bara svona pyntinga og ég á það til að vera með viðkvæmt taugakerfi ekki alveg absennaður á Helgi og svo er einn gæinn sem að var að djöflast og hann var að flauta aftan í mér og svo þegar hann keyri fram hjá mér á hjólinu þegar hann líka utan í öxlinu á mér sko. og ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var ég reyti einhver í hann og ég held ég hafi ítt líka eitthvað í hann og hann var eitthvað brjálaður á móti og svo segir hann eitthvað um mömmu mína og þá er ég bara komin í gamla góða heldur þú getið tala illa mömmu mína og svo er hann komin að ná okkur borð svo stoppar hann svo keyrir hann aðeins lengra og fá sér mann ekki drikk eða mati hann er sestur okkur borð og veitingastof þá er þetta ekkert búið að minnihálfu sko. Ég lappaði hann upp á honum og svo er nokkuð velvalin orð og svo bara fyrir minn maður og ég fyrir og lem bara með báðum örmum í borðið og hann er komin upp Nei, það var allir alveg bara hvað er þessi? Hvað er Helgi? Ég hljóð hann stóð álengdar sjóðsmystari ef ég hefði orðið atvinnu íþróttamaður þá hefði ég klárlega þurft að fara í skapþjálfun ég hefði orðið einn af þessum gæjum sem hefði þú hefði mistið Suárez ég hefði farið í löng bönn það besta við þetta var stemningin þarna er bara svona það er allir á móti hólum Sölvi var bara ekki að fara að gúttira það þannig að hann gekk svona og var eitthvað svo fyrir aftan og þegar þeir koma þá bara færa þeir sig, skilur það er bara lenskan hann er raun og veru var hann að brjóta you have to stand your ground nei, það var hann bara að taka menningun og segja ég ætla ekki að taka þátt í menningunni menningin hendar mér ekki með henduna út og lét gaurin svona eiginlega að fara utan eins það var sagt til dóttur mín það reyndar er rétt hjá Helga en það var sagt til dóttur mín ég eiginlega lét hann fara utan þegar hún fór sem skiptinni mig til Argentínu það var sagt ein mikilvæg regla bara mikilvægsta regla á öllum það er ekki taka íslensku menninguna þangað það er bara eina þú veist bara ekki reyna að breyta þeim ég hef verið mitt systemi var einu svona rosalega reið út í mig þegar við vorum í Ísrael og það var einmitt eitthvað reglur sem að henduð ekki alveg anarkistanum sjálfa sko. Þá er þetta eitthvað bygging og þá var þetta að labba shortcut sko í gegn eða labba einhvern hring í kringum bygginguna sem tók hálftíma og ég er að ræða við einhverja gæja þarna sem eru með vélbyssur sko og ég bara maður fara inn í gegn og neða það er ekki hægt og þetta var eitthvað svona Matrix engin ástæða
og ég hef alltaf alveg frá lítill, ég átt svo erfitt með þú veist bara, ef þetta meikar ekki sens þá meikar þetta ekki sens, þú veist, ég er ennþá erfiður þegar ég fer í gegnum flugvelli, akkur má ég ekki fara með meira en 100 millilitra vökva ég get þetta fara þá umræðum með mig, ég get þetta ekki og þá var ég mitt endaði hérna í einhverjum rifrildi við 2 ísraelska hermenn með vélbyssur sko. Og sýsti mér hún var svo reið út í mig sko. Bara, ert að reyna að koma okkur í lífsætt og alveg talaði ekki við mig í marga klukkutíma alveg brjáði sko. Svo svona svolítið eins og Helgi er að segja sko. Það er svona, ég er rosa uppfullur af réttlætingu þegar þetta er nýbúið að gerast svo svona eftir og ég, já, heyrðu, she got a point kannski óþari maður svolítið lítill eftir að því að sko ég sá svo kemur skömmin yfir því að hafa verið að búa til læti sko. já, að því að ég náttúrulega þegar hann var að lemja hérna í borðið og voru allir í kringalu svona einhverja konur miðjum aldrei bara það var allir rosa hrættir í svona social disobedience þegar að kaosi kemur þú veist það alveg svona fríka allir út í kring sko. Og ég er alltaf bara en svo fann ég samt að það er eitthvað svo gott að fá svona réttlætis reiðis missa sig og bara, hvað er að þig bara svona, svo, ég er svo rétt fyrir mér skilur og það skilur mig enginn það er svo gott sko en svo þegar kom, já ég hefði ekki gera þetta þetta var alveg djöð sko, ég veit ekki hvað ég var að gera ég er bara alveg, bara þetta gerist bara þetta bara gerist, ég á bara ekki verið að gera þetta ég bara það hefur verið mitt vandamál að vera á ónýtt ekki bara já vera afsaka Dr. Jekyll og Mr. Hyde koma svona það þarf að óna, því svo kemur skömmin sko. Ég er alveg uppið svona mitt svolítið, pappi minn skapkall sko. Og að því að ég var alls ekki hrifin af skapin í honum, að þá dæmi ég það rosa mikið í sjálfum mér eða í síni skap sko. Já Men þetta skýrir svona einhvern veginn hérna þessa miklu ást mína á mannlegum breyskleikum Faustín og Aspría og svona já, þetta eru bara Balotelli kókain og hórur og byssur og gaman sko. en það var svolítið gaman að þessu en sko Helgi, það má alveg hafa gaman það má alveg hafa gaman að þessu en sko, já, ég held bara við erum svolítið svona við komum okkur upp einhverjum svona struktúr og einhverjum reglum og eitthvað sem að virka en svo það er allt í norðan svona einhver hindrum fyrir því að maður geti verið maður sjálfur ég held að við deilum því svolítið með þetta sko, svona, og eins og fyrir mig svo getur vel verið að ég verði bara giftur ykkur í konu og eigi 2-3 börn og það bara ég, bara þetta tímabil bara þetta var bara svona rebel í mér ég vildi bara aðeins hrista upp nú ertu búin að finna ykkur er ekki komin ykkur þetta var svolítið magnað það sem ég fannst geðveikt ég vorum út að borða fyrir sýninguna komið þær allar já, ok og þetta er svona scenaríu sem ert ekkert í aldrei þetta hreyfir svo mikið heiminn þetta hreyfir maður svo mikið og þetta var svo gaman að þessu sko og líka sjá fólki sem situr í kring og er alveg, veitur eitthvað og er búin að heyra eitthvað og er að horfa og hlusta er það allar sáttar við sitt hlutskipti? Sko, málið það sko var einn sem tók sér bara til og heyrði bara í eiginlega bara svona öllum svona bæði vinkonum svona núverandi kærustum stelpum sem ég svona sofi hjá áður og svona bara heyrði í þeim bara heyrði ekki að fara þetta ekki bara að gera þetta fara hvað? á sýninguna þannig að þær voru bara ég heldur það bara og bara bæði vinkonum mínar einhverja sem ég svo bara að þetta er ekkert svona einhver rosa landamæri sofi hjá eða ekki sofi hjá þetta er bara svona bara hei, hann er bara að gera þetta við getum bara að fara að stiðan, ég heldur að það hafi bara verið 16 í hópnum já og svo voru sumar sem komist ekki voru erlendis og annað grúpa til bara með það var bara grúpa, það segir bara ef ekki bara mæta og gera þetta þannig að þær koma held ég 9 saman, svona sem ég hef svona átt vingott við og ekki bara 9 gamla jásaður eitthvað mætta bara rosa peppaðar bara, ég var bara gert en hvað með þeim þegar þetta er allt komið upp í ljósið sko ég hef skoðað sko eins og hjá mér að hluti af greddunni minni hef komið í gegnum að verða eiginlega að vera það verður stundum að vera á jaðrinum að vera næstu í það mikið tabú að maður hugsi bara er ég að gera eitthvað rosa rámt hérna þannig leiður þetta allt komið upp í ljósið er þetta ekki orðið aðeins svo mikið þá bara svona en það að setja hluti í ljósið er kikkið ekki að fela það sko bara eins og þarna, þú er komið þetta í ljósið ég vissi ekki ég er að fara að halda einhverja sýningu fyrir framan 100 manns og það er að fara að koma
nýju stelpur sem að veist, ég hef bara verið að deyta í gegn tíðina og veist, ég veit ekkert hvað að fara að gerast þetta er rosa þrill þetta er bara, bara, en sko, svo er svo gott svo fundu þær svo mikið styrk í sko, bara eins og svo, bara í systralæginu bara þær vera að koma saman og þær eru bara vinkonur og það er engin óvinnur og veist, það er bara veist, það er svo mikið styrk það er eitthvað sem að, og ég meina, ég vissi það ekki ég hef ekki, gæti ekki séð, ég sé það alveg sjálfur að veist, þær eru þetta tengja allar, þær tengja við mig ég er bara svona samnefnari fyrir að þær eiga allar eitthvað sameiginlegt, það eru náttúrulega margar vinkonur fyrir og þekkjast og það er svo gott að geta tekið þetta úr þessum búninga þetta sé eitthvað aðeins, þetta sé eitthvað ránt og þetta sé eitthvað skilur, þetta er bara já, þetta var rosalega magnað það var magnað en ég trúi því það var mikið kynferðislega orka þetta kvöld í Hjálmari sko mest mér en mér langaði að spyrja því við vorum hérna í erlendis ferðalöginum hérna fréttin sem fór flug þegar þú hérna hittir þess að konu þarna sem að já, það var rosalegt ég held að þetta er ekki að fara að gera sko það er gott þetta er gott þetta er nálað mér ég með hana enda sem screensaver í símanum mínum þess ég gleymis ekki það ég veit hvernig ég virkar sko, hausin á mér er svo hraður en hérna já, þetta er bara aftur Suður-Afrika, skilur, það er eitthvað líka við að, þú veist, nú er kærasta minn náttúrulega svört frá Afríku og maður er meðvitaður historin í þessu landi, þú veist, aðskilnaðurinn og svo maður búin að taka svolítið mikið af hugvíkandi efnum og fara svolítið djúpt og þá, þú veist, hefur maður fundið einhvern veginn bara fyrir bara kjarnanum í þessum aðskilnaði, skilur, þú veist, bara aðskilnaðurinn í heiminum hvað, þú veist, þetta við og hinir sem er núna einhvern veginn allt þetta stríðsbrölt og þú veist, maður hugsa bara, ok, þú veist, við erum að drepa hvort annað út af einhverju striki sem er kallað landamæri og eitthvað svona tótt og það er einmitt þetta, öll þessi fórnarlamba umræða, þú veist, kallar á móti konum og bakslægi þessu og hinu og, þú veist, og það er allir þessi aðskilnar, allt þetta við og hinir dæmi og það er eitthvað þarna í Suður-Afríku, þú veist, sem að næra að snerta mér rosa djúpt og ekki það, svo veit maður alveg að þú veist, heimilislausar fólki að gæjarnir sem er að koma upp á manni og eru svolítið aggressívar, þeir eru náttúrulega líka bara trámaðir og allt þetta, en það er eitthvað sem hefur dregið mig til sín nokkru sinnum bara svona heimilislaust fólk sem er ekki að biðja neitt, en ég finn einhvern veginn þegar ég er vel tengdur að þetta er bara manneskja sem er að lifa erfiðustu aðstæður mannlegar tilveru og hún einhvern veginn er að gera það í reisn. Þannig að, þú veist, það var maðurinn mitt þegar ég var hann í fyrirferðinni í Suður-Afríku sem að einhvern tíðan gef ég heimilislausu manni svolítið pening, ekki mikið, 1000 kall eða eitthvað. Og hann tekur peninginn og svo horfir hann á mig og horfir upp til himins og segir takk Guð og ég finn bara einhvern veginn alla gæsa hún að koma mig og þakklætið og auðmýktina og svo, þú veist, erum við heima kvöldið, ég og Ester og allt í hennu kemur þessi gæi upp og ég bara, og meðan ég er að horfa á hann þá sé ég hann allir blóður úr fótunum og þá kemur þetta bara, hvernig getur ennþá trúað á hau góða og Guð þegar þú ert að lifa þessar aðstæður. Þannig að hann kemur upp kvöldið þegar við erum að tala saman og ég bara, hvaða gaur var þetta? Ég verði að finna hann aftur og gefa hann meiri pening. En þá náttúrulega mómentið farið og ég fór þarna 3 til að leita á hann og fann hann aldrei aftur, sko. Það er eitthvað þarna þennan dag, ég var mjög vel tengdur, svo sé ég konu og einmitt, ég sé bara, það er eitthvað við hana sem segir mér, þú veist, þetta er eitthvað erfitt líf þarna í gangi, sko. En hún var ekki að biðja neitt. Ég labba nær henni og rétt henni pening sem er 700 kall íslenskar. Hún tekur peningin og aftur finn ég bara svona, hún horfir á mig og segir bara takk og aftur réttir eitthvað hendurnar upp til himins. Og meðan ég finn þetta þakklæti frá henni þá snýr hún sér aðeins og þá sé ég að hún er með bundið eitthvað og þá sé ég það barn í pókanum og hún segir já, ég ætla að nota hennar pening til þess að fara í búðun og kaupa eitthvað fyrir mig og barnið. Og þá kemur strax í mig bara, gleymdu hugmyndinni, haltu peningnum, förum saman í búðina.
og ég snert hana svona á öxlina því þá kemur aftur líka þetta, þú veist, maður pínuð, þú veist, svo komst ég að því seinna þessi kona HVF smituð og þú veist, barnið var að hósta rosa mikið og þá kemur gamli hipokondríu og réttinda pési bara, ég vil ekki koma nálægt henni og eitthvað svona, skilur, þarna ég bara, þú veist, ekki bara að gefa henni einhvern smá pening, heldur snerti ég hann og horfði í augun á henni og það gerist eitthvað þá, hún bara, þú veist, það slaknar einhvern veginn líkaminn á henni og hún var að hágráta og segir bara, hvað ert að tala um? Og hún trúði því ekki, hún bara fara að koma með mér inn í búðina. Held henni hafi fundist hún, skilur, hún getur verið fyrir utan búðun og beðið einhvern um að kaupa fyrir sig eða beðið pening, en hún of skítuð til að fara inn í búðina. Þannig að þegar ég fer með henni inn í búðina og bara það að vera með henni þarna og hún, þú veist, að hún mætti fara að velja eitthvað í kaupa körfu. Það var bara, þú veist, ég fann hvað henni fannst það óskiljanlegt. Og það fyrsta sem hún segir við mig hérna, má ég fá sápu? Ég lykta svo illa. Og hérna ég sé konuna hérna hvað hún falleg og þegar ég að tala við Guð þá spyr ég oft af hverju þarf ég að lykta svo illa? Af hverju get ég ekki átt falleg föt? Og þannig ég fyrir að kaupa eitthvað sápu og eitthvað svitalegt æði og þú veist það var það fyrsta sem hún baði áður hún baði mat sko. Og alltaf þegar ég að setja eitthvað hún í körfuna þá hún alltaf að horfa á verðið og hún segir, nei, ekki þetta, veldu þetta sem ódýrara. Og alltaf segir hún hérna ekki meira en svo endar þetta mitt með því, ég bara dæla í korfuna og endanum þetta orðið bara einhverju mjög skemmtileg, ég bara heyrði Snickers, það er langt síðan þú fengið Snickers, vilt ekki leys og eitthvað hérna, þú veist að dæli í einhverju nútíma salgeti og einhverju svona dóti sko. Svo komum við út aftur og hérna og þá eitthvað sem segjum, þú veist, og þá fer ég að spyrja hérna bara meira, mér langaði ekki að yfirgefa hana og þá segir hún mér bara, ég kom hérna 2022 frá Zimbabwe sem land sem á landamæra Suður Afríku, mjög mikið af fólki frá Zimbabwe sem að vinna í Suður Afríku, betra efnahagsástandar og hærri laun og hérna og hún segir sko, ég kem hérna en fljótlega eftir ég kom þá var það eldsvoði þar sem ég bjó og maðurinn minn dó og ég brann rosa illa og svo réttur hún upp hérna pilsi sem hún var í eða fötin sem hún var í og sýnir mig bara lappirnar allar út í brunasorm. Þannig að segist ég var með vinnu en atvinnurekandinn vildi ekki hafa mig lengur vinna því ég gæti ekki unnið. Þannig ég enda í slömminu. Og slömmin í Cape Town, þetta er kallað Township í Jóhannesarborg og Cape Town í Suður-Afríku. Þetta eru bara einhver verstu slömm í heimi. Þú veist, það er bara fólk sem býr inn á kofum, það er bara ofbeldi og glæpir og hún hérna segir einmitt, þú veist, hún er alltaf að tala um dauðan. Hún segir, þú veist, mér langar svo að komast heim til Zimbabwe að ég vil ekki deyja eins og hundur. Ég vil ekki að ég og barnið mitt deyjum eins og hundur inn í Cape Town og ég skildi það ekki fyrir en eftir og hvað var mikið að tala um dauðan þegar þú segir mér sko það sem kemur í lok sögunar en hérna og ég fer að spyrja hana hvernig kemstu heim og hún segir að það hægt að taka taxa, hún kallaði það taxa en þá það svona eins og minivan, svona lítil rúta og ég fer að spyrja hana hvað kostar það mikið og hérna og endanum segir hún með það sem en ekki 8.000 kall eða eitthvað og ég hérna með eitthvað 14.000 kall í vasanum, minnum mig á íslensku þannig að ég, þú veist, byrja og ekki að labba saman og fara þarna það sem tekur taxan og við löbbuðum örgulega saman, ég, hún og kærastan minn í svona 40-45 mínútur í gegnum Cape Town og þá gætum við komin einmitt það sem var út að fara og þetta byrjaði að vera svona aðeins meira shady, þú veist, fyrst ertu í borginni, svo ertu komin inn í hverfi sem kannski ekkert svaka sniðug og svo svona þegar þú fer að nálgast þessa rútustöðu þá ertu komin í bara ég á endanum byrja að sjá bara eitthvað fólk á krakki og bara augu sem eru farin og þá ég mitt farin að hugsa hún einnig með 2 innkaupapoka og hvítu maður með henni, ég vonu hún verði ekki rænd en þú veist ég læt hann að hafa hérna, peningin sem hún þarf til að komast heim til sín og svo endaði ég bara að láta hann að hafa allt sem ég var með í vasanum það er bara þú getur keypt og ég svolítið svona einhvern veginn þú veist það hvernig hún tekur þetta og vöðlaði þessu saman og setti þetta og ég var alltaf að segja henni að passa þau skilur, þú veist þetta er framtíðan þín skilur, þau langar að komast heim þannig ég veit ekki þú veist, ég lét hann líka hafa símanúmerið mitt, hún var náttúrulega ekki með neitt síma en hún segir hérna ég ætla að varðveita símanúmerið þitt og, hérna, og peningin og ég hef ekki fengið neinn skilabóð frá henni sko. Ég reyndi að segja henni hvernig WhatsApp virkar og eitthvað svona en alltaf þegar hún er að labba með okkur þá er hún alltaf reglulega að taka svona saman hendurnar sko. Þú réttir svona upp og er að þakka fyrir Guð og hún er alltaf að segja þú veist ég gef svo mikið og það sem snerti mig mest var þegar hún segir sko, þegar þú snertir á mér öxlina ég fann fyrir líkamanum á mér ég hef ekki fundið fyrir líkamann á mér í mörg ári sem sagði að það búið að raða nauðgani sko. Og barnið var til í nauðgun og hún segir þú veist, ég skil ekki, ég er að finna svo mikið hjarta mitt bara hjarta mitt er svo opið þú ert búin að breyta lífið mitt
láta mig finna fyrir líkamanum og hjartanum mér og ég allan tíma bara að finna bara eftir að grínast, ég ég ekki að, það hljóma svo einhvern veginn svona eitthvað vóglegt að fara, ég gæinn sem að gefa heimilistið þegar fólkinu eitthvað, skilur það bara, hún gaf mér svo miklu meiri ég gaf henni, skilur, ég hugnaði bara, þetta grínast allir þessi auðmýkt og þetta þakklæti og bara geta trúa og góða og vera, það búið að fokking taka manniði frá þér, þú búið að raða nöðgar, með barn og síðan segur með það í lokin þegar í kveðana, ég með HVF og barnið mitt líka og við erum ekki með neina meðferð. Já. Og þá skildi ég að hún var alltaf að tala dauðan þannig að svo bara kveði ég þessa konu þannig skilur og þá var partur af mér sem ég hugsaði það var eitthvað í mér sem sagði en ég var einmitt búin að láta hana hafa allan peningi minn þannig að ef ég hefði verið með það var eitthvað sem sagði á ég bara að vera að nóga hurakur til að segja bara Ester farið í íbúðinni ég ætla að fara með henni ég ætla bara að fara í þessa rútu fyrir með henni ég ætla bara að elda þessa konu til Zimbabwe og svo kem ég með bara sjálfur til Suður-Afríku en þá mitt gæjarnir með krakk augun á mér og ég spyr hana óhætt fyrir mig að vera og þá segir nei, ég held að leiðinar okkar ætti að skiljast hér hér verið að ræna og berja og skilur og ég var svolítið hræddur að því ég skildi hann eftir með þessa 2 innkaupapoka og þá hugsaði ég eftir og hefði verið sterkari leikur og hún hefði bara fengið smá að borða og geta vöðlað og verið bara lítil ég vona að það hef enginn komið og rænt þess af henni en það var það sem ég sagði við hann bara getur please bara passa þennan pening þannig að enginn sé að fara að taka hann að þér því hún var sáltið eins og gangandi auglýsingarspjaldarna með þessa innkaupapoka og hvítamannin við hliðina og ég fann það alveg þegar ég horfði á augun þá fann ég alveg það var þannig athygli á okkur að fólk þegar ég kveð hann og þá gæti einhverjir hafa hugsað þegar hún með eitthvað skilur með eitthvað að þetta bara bara upp á líf og döða það er rosalegt ástand þannig að svona þetta skrítið mér svona líður eins og þessi kona hafi bara haft alveg mjög mikil áhrif á mig þetta bara magnað gott að koma og fá að grenja þetta bara geðvegt þetta aðalega þannig þáttur eru margir búin að grenja þetta? Já, 1 bara 1 600 þættir hver er það? Hjálmar, grenja og hlættri nei, það var ekki Hrannar Jó. Hann nú einmitt góða maður Þetta geggja svo Já, þú veist, og þetta það sem ég myndi hugsaði skilur, maður fer og maður hugsaði að fara til Cape Town í Suður-Afríku og ég var svo hrættur áður en ég fór, það er líka bara svona maður fer að mikli sér löngu ferðalög fyrir sér og eitthvað svona og örgleita sveðju atvik hafði sett í mér, þannig ég er ekki búin að vera svo er ég bara, þetta er bara, þú veist, aftur sveðju atviki varð ekki í Cape Town allan tíma sem ég er núna líður mig vel og alveg örugur og allt þetta að fylgjast með þér, samt í þessu og ég hef nú katti til að gera meiri stóri ég hef svona verið svolítið svegt, ég vil fá meira ég finnst það geðvegt ég þarf að gera það, ég gæti náttúrulega eins og þegar ég er á Zanzibar og svona, ég gæti verið að sína þetta Zanzibar, ég saði við ljósið síðast á Zanzibar og sýndi henni bara, sjáðu þetta þetta bara, þú komst hana út úr einhverjum svona kofum einhverjum og kemur á ströndina og hún sagði bara, þetta er geðvegt en svo er hinn manni, maður fer ekki að það Nei, en þá mútti ég segja, ég er orðin svo góður og óopinber umbóðsmaður fyrir Zanzibar og Íslanda því það var af Íslanda skrítið að segja núna, það voru forsetakosningar og í fyrsta skipti sögu Tansaníu urðu óeirðir og bara slæmt ástand og fólk var drepið og eitthvað svona en ég vona að það sé bara algjört að þetta er bara friðsælast og öruggasta land Afríku þannig að maður þarna, þar hef ég verið bara ég hef gleymt símanum mínum kvöld og hann var þarna ennþá eftir 2 tíma og ég hef mist veskið mitt og það var þarna ennþá eftir 2 tíma og það er bara einmitt tína hlutu hvað er það? Hvað gerir það samt? Okkur er það svona öruggt? Hvað er það? Það er bara eitthvað í, þú veist, þarna lifa saman múslimar og kristnir og það er bara eitthvað innprintað í fólkið að það er bara friðsælt og það þekkir ekki saga kannski nýlendur sagan er ekki slæm það er engin ofbeldishistoría og löndin í kring hafa verið bara í Rúanda og þetta að verða að slátra liðinu og allt þannig ég hef geta verið sagt það mjög mikilvæg samfæring og það hafa verið þarna Íslandingar sem hafa komið í gegnum mig eins og Þórarinn Ævar fyrir hundi fórstjóri IKEA, hann kom með konni og þá vorum við þarna líka og við tókum nokkuð kvöld með þeim og það var svo gaman að sjá þau við vera bara í einhverjum Afríkuþorpum seint kvöld og Þórarinn mitt segir ég tel mér nú vera frekar næman ég upplifi mig alveg örugan og ég segi já, þú ert örugari heldur en í London eða Barcelona það er bara þannig þetta Zanzibar dæmi ég bara hvet fólk til að kíkja á þetta ferðaskrifstofa Sölva þetta er stórkostlegt Zanzibar já við þurfum að búa til ferða ég þarf að fara þarna já ég er bara hissað að þú skulle ekki hafa kíkt þarna
Þetta geggja sko, strendurnar einmitt bara á sjóri eina einmitt að ferðalagi svolítið langt en maður það bara að gera það viðráðanlegt. Það bara það sem 9 tíma flug frá Evrópu sem ekki svo Við náttúrulega fórum saman til Bali núna það var erfitt maður. Jesus Það var vombrið. Ég fór einmitt beint til Zanzibar frá Bali þegar við vorum búin að kæjast og þá einmitt var ég bara, þú veist, ég hef aldrei verið að fá matareitrun eða veikst á Zanzibar. Þú veist, það allt miklu hreitna. Bali, ég þekki engan sem fætti Bali núna sem fær ekki í magan. Bali belly. Yes, og mannfjöldin og túristarnir ég leið bara eins og bara með fullri virðingu og fyrir þeim góða stað mannst þetta ströndinni sem við fórum á allur skýt þetta svona mest þú getur alveg fundið sko bæði náttúrulega eitthvað sko ég held að þú fer bara eitthvað svona retreat á Bali þú værir eitthvað svona vendað umhverfi og svo myndir þú bara vera með einhverja engaströnd og eitthvað, þetta getur verið svo flott ég ætla ekkert að taka því það ekki fólk sem að fara þarna oft og elskar þetta það bara þannig en að fara að velja sér einhverja random Airbnb íbúð uppbyggingin þannig að það alveg bókamála það verða einhverja framkvæmdir í kring íbúðunar allar eru geggjar þú horfir á þær ógeðslega flottar en svo ferðin einhvern svona litlar götur með ruslagám og fólk á mótjólum og eitthvað og svo bara allar út úr íbúðinni ætla að fara að lappa fyrir mig ég bara fattaði bara ég þarf víðáttu ég þarf bara að koma inn og það er bara opið í mig nei það er bara gata eftir götu þetta er bara eins og að vera á Manhattan nema bara svona í ykkur svona þá var ég nýbúin að segja við Helga á gagninu þessa ferð og segja það sólin allstað sko sama ég verði að vera eftir og ekki að vera með þér þar sko þetta var bara og svo þegar við fengum þetta Bali belly og ég bara mikið veikur og allan tíman svona, aldrei að vita að fara að borða eitthvað og gera eitthvað og bara veist aldrei og þessu bara lélugur í maganum allan tíman og alltaf þegar maginn fer, alltaf fyrir hausinn og maður las það eftir og þú veist, ég las eftir og maður á ekki einu svona busta tennundar úr kranavatninu sem ég gerði alla daga sko bara það menga vatnana sko þú veist, það mitt bara sérð bara allt ruslið á ströndunum og þú veist, hvaðan er vatnið að koma og allt svo stundum er eitthvað svona, allir taka sér til og taka til ruslið og vegi, en svo bara henda allir ruslið þetta er bara svona, þeirra sorphirða er bara Já, mér erst Zanzibar fyrir mig er alveg mátunum stað þú veist að ég ætla ekki að þykjast, nú er ég búin að vera eins og eitthvað svo flottu gæi sem er eitthvað með sveðju gæi og eftir sér og ég er alveg advanced í að ferðast en ég þekki eins og ég veit ekki hvort ég þekki hann Eirík Viljar sem er með mótorhjólaferðina til Vietnam, strákur sem stofnaði túristafyrirtækin í Reykjavík hann er alveg alvöru ævintýra gæi sko. Hann er að setja sig í aðstæður sem og það var svo fallegt þegar hann er að fara í fyrstu löngu ferðina sína þá er ég á leiðinni vinnuferð til London og hitti hann í flugvélinni og hann kemur að mér aftar í vélinni og segir má ég setjast aðeins hjá þér og ég segi já, ekkert mál og ég er hérna að fara ég held hann hafi verið að fara í Asíureisu nýbúin að klára sagnfræði áskorun og segir ég er búin að ákveða að nota passan minn og það er út af þér einmitt út af því að ég var að pósta og svo er hann búin að taka svo langt fram á mér hann er bara fór á móturhjóli yfir öll Bandaríkin og endaði í Suður-Ameríku og verið að tjalda eitthvað þá voru þetta í raskati og þú veist alveg að því það sem ég er að segja með Zanzibar er að ég fæ lattiðin minn þar sko ég er alveg luxuspési sko ég vil hafa loftkæling og latti sko Sölvi get alveg sagt það hann er ekki að fara bara í einhver skíli einhverjum hita maður er nú að vera heiðalegur, ég vil ekki hljóma eins og ég sé hérna mest svo kemur einhver heimsækir þá ertu með latti í air condition það býtu, varst ekki að segja að vera tjald á ströndin það geggja við Zanzibar er að þú ert í þú getur, þú veist, það eru geggjaði veitingar það er æðisleg kaffihús þú ert með það sem þú þarft sem vestrætt bara forréttinda pési sem vill fá nautnirna sína Þetta er svolítið eins og ég hérna í náttúrun á Íslandi mikið að myndum en sko ekki eitt skipti fyrir að tjalda einhvers staðar í miðju hálendunni í einhverju rigningu sko. Ég vil bara vera inn í einhverjum húsum og sofa vel og vera góðum dögum og þannig að við erum allir eins eftir allt saman Já, við erum allir eins Ég veit að það ég er líklegast til að fara núna að hjálpa strákunum í skurðinum Já, þú ert líklegastur í það Sölvi Hjálmar, Helgi, Arnar, hlustendur Takk fyrir ykkur Takk fyrir að vera með ykkur Takk fyrir komuna bara æðislegt að koma til ykkar og ég held mikið með ykkur ég er svo gladur að þú veist eins og þessar sýningar hjá ykkur og ég er náttúrulega búin að þekka ykkur frá því að þú byrja að gera grín kompósvídeó þá myndir það síðan við vorum litlir ég er bara svo gaman að sjá hvað þetta verður orðið stórt og flott hjá ykkur sko. Ég segi bara eins og Alma Möller við erum öll í þessu saman